Skammtíma. Þú ert ready, þá er ég ready. Já, ok. Í dag er 5. febrúar 2026 og klukkan er reyndar orðin 2 mínútur yfir 5 við starfskránina því. Mættir á fundi Gylfi Ólafsson, Eyþór Bjarnason, mættir Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Nanný Arna Guðmundsdóttir, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhanns Bennesson og starfsmaður fundarins Bryndís Ósk Jónsdóttir. Ég ætla að byrja að fá að óska eftir að taka eitt mál inn með afbrigðum með heimild í 16. grein með bæjarmálasamþykkta sem er með 4 á dagskrá. Varðandi sölu fasteigna á Sundstræti 14 á Ísafirði. Við megum gefa merkið samþykki það. Og það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við fyrsta mál á dagskrá sem er samþykkt búfjárhald 2025. Tillaga frá 160. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar þann 18. september 2025 og 1357. fundi bæjarráðs þann 29. janúar 2026 með bæjarstjórn samþykki nýja samþykkt búfjárhald. Orðið lustu, þessu litum ekki merkið. Já, Gylfi þeim orðið. Forsætisbæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur en þó sérstaklega fyrstumaður og lista Framsóknarflokksins. Ég ætla aðeins að fá að gera grein fyrir því af hverju þetta mál hefur frestast. Það helgast af því að ég óskaði eftir frekari gögnum málið og þess vegna er minnisblaðið lagt fram samhliða. Þetta gerist það að Ísafjarðarbær hefur haft á sinni könnu að halda við girðingum og fjármagna það með þeim pólitísku afleiðingum að þegar fé kemst inn í Holtahverfi þá er bænum kennt um. Svo kemur fram í búfjár þessum reglum að eigendur búfjár beri ábyrgð á því að halda fénu utan girðinga eða innan girðinga eftir hvernig það er orðað og að búfjárhald sé með öllu bannað innan þéttbýlismarkaða. Ég vildi bara fá aðeins skýrari sýn á það hvernig þetta tvennt gæti átt saman. Mér vitrara fólk hefur þá sett fram þetta minnisblað sem að útskýrir hvernig þessum málum er fyrir komið. Mér skilst að þetta hafi batnað aðeins upp á síðkastið hvernig búfjárhaldi sérstaklega inn í Holtahverfi er háttað. Þetta að sjálfsögðu hefur verið vandamál á framkvæmdasvæðinu á Hvanneyri en það er af öðrum ástæðum. En með þessum gögnum framlögðum og þá mun ég samþykkja þessa nýju samþykkt. Þetta gerum við fleiri sem vilja taka til máls þessa lið. Svo er ekki þá með ekki merki eða samþykki þetta. Markið samþykkt samhljóða. Og er annað mál á dagskrá hátíðahöld og viðburðir Ísafjarðarbæjar. Tillaga frá 1357. fundi bæjarráðs að bæjarstjórn samþykki tillögu breytt fyrirkomulag skipulag og framkvæmd viðburða hátíðahalda Ísafjarðarbæjar. Ekki er þörf á viðauka við fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar 2026 og er því ekki gögn þess efnis lögð fram samhliða. Orðið laust undir þessu lið og enginn beðið orðið þá með ekki merki eða samþykki þetta. Og eftir samþykkt samhljóða. Og þriðja mál á dagskrá. Það er skrifstofugámur fyrir leikskólann Eyrarskjól, tillaga frá 1357. fundi bæjarráðs, en fundur var haldinn 29. janúar 2026 að bæjarstjórn samþykki tillögu sviðsstjóra að kaupa á skrifstofugám fyrir leikskólann Eyrarskjól og nýta til þess fjármagn ófyrirséðum framkvæmdum í framkvæmdaáætlun að fjárhæð 2,5 milljón. Já, orðið er laust undir þessu lið. Og enginn hefur beðið orðið, þá með ekki merkið samþykki þetta. Og þetta er samþykkt samhljóða. Þá er það fjórða mál á dagskrá Sundstræti 14 á Ísafirði. Mál tekið með afbrigðum til að forseta að bæjarstjórn samþykki sölu fasteigna eignasjóðs að Sundstræti 14 Ísafirði en söluandvirði er 16 milljónir. En bæjarstjórn samþykkti að hefja sölumeðferð á íbúðum í húsinu á 500. fundi sínum þann 20. október 2022. Orðið er laust undir þessu lið og Sigríður Júlía beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta er aðeins sérstakt og kannski rétt að ég útskýri að vanalega þegar við fasteignir Ísafjarðarbæjar eru að selja, þá fer sú sala
bara þannig fram að bæjarstjóri hefur heimild til þess að ganga frá sölu og svoleiðis. En þarna að ræða eign sem að eignarsjóður á, ekki fastís, og þess vegna þarf þetta að koma til samþykktar í bæjarstjórn þessi sala. Það var búið að samþykkja tilboð og búið að skrifa undir kaupsamning þegar að það kom í ljós að bankinn gerir athugasemd við það að bæjarstjórn þyrfti að samþykkja, þó svo að bæjarstjórn hefði verið búin að samþykkja að hefja sölumeðferð og þá þurfti bæjarstjórn að samþykkja og staðfesta þetta. Takk. Þeir sem vilja taka til máls undir þessa lið, þú er ekki á meði, kemur ekki að samþykkja þetta. Við samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundargerð til kynningar. 5. máli bæjarráð lagði fram til kynningar fundargerð 155. fundar bæjarráðs, en fundur var haldinn 15. janúar 2026 og fundargerðin í 6 liðum. Orðið er laust og annan í höfðið orðið ekki að sver. Forseti bæjarfulltrúar, ef að þið gerir ráð fyrir að vera búin snemma í dag, þá ætla ég að slá bara á þær vonir strax. Ég er með mjög langa greinargerð við alls konar málum sem mig langar að ræða við ykkur. Mig langar að byrja á þessari fundargerð bæjarráðs þar sem var lögð fram umsókn Ísafjarðarbæjar lagareldi. Ég vil taka fram að ég er mjög sammála þessari umsókn og sérstaklega ánægð með að það hafi gerðar athugasemdir varðandi sektarákvæði í tengslum við slysasleppingar og mikilvægt þess að gæta jafnræðis varðandi eldi á sjó og í landi. Því að eins og dæmi sanna þá geta fiskar sloppið úr landeldi. Það hefur komið fram í fréttum nokkur sinnum að fiskar úr landeldi hafa sloppið. Þannig að hvers vegna ætti ekki að vera sektarákvæði þar eins og í varðandi sjókvíaeldi. Og svo er landeldi þó að það sé ekki í sjó, þá býrða yfir sömu eiginleikum og sjókvíaeldi, að það eru fiskar í kvíum. Þar er þéttleiki mikill eins og í sjó og þar geta líka komið upp sjúkdómar. Og það hef ég sérstaklega kynnt mér, þannig að það er varðandi dýravelferð þá er landeldi ekkert sérstaklega betri heldur en sjókvíaeldi. En mér langaði til þess að bara að skella inn einum umræðupunkti varðandi orðræðu sem tengist lagareldi sem við höfum tekið eftir núna undanfarna daga og vikur. Og bara fyrsti umræðupunkturinn er fyrirsögn sem ég sá í blaði Við viljum ekki eldi í firðina okkar. Og ég velti fyrir mér hver eru við og af hverju gæti ég skrifa grein þar sem ég segi við viljum fiskeldi í firðina okkar án þess að það væri gerðar athugasemdir við það að ég væri að tala fyrir hagsmunasamtök, ég væri á málum hjá fiskeldisfyrirtæki, ég gæti ekki sagt þetta því ég vissi ekki hvort allir vildu það, en þeir sem eru allavega á móti sjókvíaeldi, þeir telja sig geta sagt við viljum ekki eldi í firðina okkar. Og bara rétt til þess að fara yfir þetta, Gylfi, þú talaður það á síðasta bæjarstjórnarfundi eða kannski fyrir jól að Vestfirðir geymdu 75% allra fjarða á Íslandi. Minnir mig 45. Hvað? 45% allra fjarða á Íslandi. Og ég er svona búin að skottelja þá, þeir eru 44 og þá tel ég ekki litlu firðina með. 20 þessara fjarða eru fyrir utan varnarlínu sem var sett upp þegar það var ákveðið hvar má stunda fiskeldissjó á Íslandi. Þannig þá er ég að tala allan firðina sem snúa að Breiðafirði og þá firði sem að snúa að Húnaflóa. 5 af fjörðunum á Vestfjörðum eru í jökulfjörðum sem að við ákváðum þegar samþykktu strandsvæðisskipulag Vestfjarða eru friðaðir fyrir fiskeldi. Þannig að þarna er ég komið 25 firði af 44, það eru 19 eftir. Af þessum 19 fjörðum er leyft eldi í 4 fjörðum í Ísafjarðardjúp ásamt leyfum í Ísafjarðardjúpi sem ég held að sé 2. Og á suðurfjörðunum eru minnum við 7 leyfi í 5 fjörðum og skiptast þau leyfi á milli 3 aðila. Þannig að við erum að tala af 44 fjörðum á Vestfjörðum er fiskeldi stundað í 9 fjörðum. Það er nú
allir firðir á Íslandi sem að andstæðingar sjókvíaeldis tala um að það sé fiskeldi í öllum fjörðum og það verði að koma í veg fyrir það. Mér finnst eðlilegt að atvinnugreinin fái að vaxa og dafna. Mér finnst eðlilegt að við setjum varnarlínu, mér finnst eðlilegt að við setjum greinin í mörk. Ég vil fiskeldi, ég vil að það sé gert á umhverfisvænan og sjálfbæran hátt. Ég sé ekki fyrir mér að það þurfi sólarlag. Við erum búin að stunda fiskeldi á Íslandi síðan minnum við 2006 og það er enginn að fara að slökkva þeirra atvinnugrein, en við þurfum hins vegar lög sem að halda utan greinina, gefa henni kleift að vaxa en setur henni einnig skorður varðandi umhverfið okkar og dýravelferð. Og það er ekki viljað. Takk fyrir þetta. Gylfi Breiðamáli, sæl. Já, þakka fyrir það Ný, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil þakka Nanný fyrir að koma þessu máli á dagskrá og ætla að bæta þessum betur. Já, ég fór í mínum drög að ræðu sem að ég var ekki búinn að birta, sem að ég ætla aðeins að taka helstu punkta út úr og sjá hvernig það kemur, hvernig það hljómar í eyrum bæjarfulltrúa. Ég vil nefnilega halda því fram að þessi laxeldisumræða sé lýðræðisumræða. Og þannig eins og þú bentir á 45% allra fjarða, allir sem að heita fjörður á Íslandi, og ég bætti Kaldalóni við í útreikningana af því að það er jökulsorfin vík. En þriðjungur strandlengju Íslands er á Vestfjörðum og þess vegna, eins og mér hefur verið tíðrætt saga Vestfjarða saga samspilsmanns og hafs. Hagsæld og atvinnuuppbygging okkar hefur verið samofin hafinu og skynsamlegri nýtingu þess og á því höfum við fengið að kenna. Þegar að taka þurfti til í fiskveiðum eftir offjárfestingu og ofveiði á seinni hluta síðustu aldar urðu Vestfirðingar frekar illa úti. En á síðustu 2 áratugum hefur dæmið snúist við. Ævintýraleg uppbygging Kerecis byggir á nýtingu á sjávarauðlind, rétt eins og Karpþörungavinnslan sem framleiðir hágæða fæðubótarefni til manneldis og fyrir útlenda veðhlaupahesta. Hafnarmannvirki sem í upphafi voru byggð fyrir hefðbundinn sjávarútveg nýtast einnig núna til að taka á móti skemmtiferðaskipum og í matvælaframleiðslunni að þá státum við af ekki einni heldur 2 saltverksmiðjum, vissulega ekki innan sveitarfélagsmarkanna en innan Vestfjarða. Og svo það lagareldið sem hefur verið í samráðsgátt þangað til í lok síðasta mánaðar. Þá dundi á okkur gríðarleg fjölmiðlaherferð sem greidd var að hluta af erlendum auðmönnum. Hvatt var til þess að senda inn umsagnir í samráðsgátt. Umsagnar eru yfir 1000 þegar allt er talið og virðist vera ætlað að stífla lýðræðislega ferla og hræða þingmenn. Bæjarstjórinn okkar fyrrverandi, Arna Lára Jónsdóttir, vakti máls af þessum erlendu áhrifum og hún fékk yfir sig gusur á móti. Og nú alveg rétt að laxeldisfyrirtækin eru sum í erlendri eigu. En það reginmunur á aðkomu þeirra að þessu máli. Erlendir eigendur laxeldisfyrirtækjanna hafa komið með gríðarlegt fjármagn til uppbyggingar. Fyrirtækin borga laun og styðja íþróttir og menningu. Grunnskóli, fótboltavöllur, fjöldamörg vatnsveitu og fráveituverkefni hafa verið greiddar hluta með peningum sem koma beint frá fiskeldinu og ég fekk ekki betur séð á tilkynningu áðan heldur en að fiskeldisgjald og umhverfisgjald hafi verið samtals 2,5 milljarðar í fyrra. Þar af stórpartur á Vestfjörðum. En meira kemur í gegnum almenna skatta og gjöld, ekki bara til okkar á Vestfjörðum heldur að miklu leyti í ríkissjóð. Og svo það að laxeldisfyrirtæki þau tala við okkur, kjörnu fulltrúana. Þau funda með okkur, þau ræða málin, svara spurningum, hlusta á það sem við höfum að segja. Við erum ekki alltaf sammála þeim, en við reynum að leysa það sem þarf að leysa. Það hafa hinir ekki gert. Til dæmis veit ég ekki til þess, og þið getið þá leiðrétt mig. Ef að kjörinn fulltrúi var spurður álits, þegar heimsþekktar listakonur fjármögnuðu lögfræðilega árás vegna formsatriða staðsetningu fiskeldiskvía. Allavega var ég ekki spurður og ég í símaskráninni. Staðreyndin sú að við höfum tekið umræðuna staðsetningu fiskeldiskvía. Það var gerður samfélagssáttmáli, en einnig fór máli í ferli sem hét strandsvæðaskipulag og við samþykktum hér við þetta borð árið 2022. Efnislega samhljóða því sem að fyrri bæjarstjórn hafði samþykkt. Þannig að það eru 2 bæjarstjórnir og kosningar á milli sem hafa samþykkt strandsvæðaskipulagið.
Þar teiknuðu sérfræðingar og fulltrúar sveitarfélagana og ríkisins upp hvaða svæði við teldum að best væri að friða fyrir sjónrænu áhrifunum eins og Jökulfirði, eins og Nanni benti á, og hvar við teldum heppilegt að hafa kvíar. Það er vissulega erfitt að reka fyrirtæki í alþjóðlegri samkeppni, stundum þarf að flytja fólk til í starfi eða segja upp og auðvitað er það hrútleiðilegt. Það er ömurlegt. En það gerist líka í Borgartúni, það gerist líka á Grundartanga og það gerist líka í Vatnsmýrinni. Fjölbreytt atvinnulíf er beinhært velferðarmál. Á Flateyri var leikskólastarfi næstum sjálf hætt á tímabili því að engin börn voru eftir, en nú stefnir í að það verði 17 á næsta ári. Við erum búin að koma upp ríflegum frístundastyrkjum í Ísafjarðarbæ að frumkvæði Framsóknarflokksins og það sem fjárhagur annarra laxeldissveitarfélaga er verulega betri en annars hefði verið, er hægt að setja meiri pening í skólana. Bein störf í lagareldi nálgast 1000 á landinu og óbeinu störfin eru litlu færri, mörg þeirra eru á Vestfjörðum og í Ísafjarðarbæ. Í umræðu lagareldisfrumvarpið er kvartað yfir því að villta íslenska laxinum sé búin hætta af erfðablöndun. En margt af því sem að þar er sagt stenst enga skoðun. Staðreyndin er sú að í frumvarpinu er verið að betrumbæta enn frekar varnir gegn áföllum og setja Hafrannsóknastofnun skýrt hlutverk í rannsóknum, vöktun og ákvörðun hámarks laxeldis. Og stofnunin mun fá 100 milljóna króna til þess sem allt er fjármagnað með beinum skattgreiðslum frá laxeldisfyrirtækjunum sjálfum. Og svo er aðliða ótt okkar með því að segja að verið sé að búa til nýtt kvótakerfi. Það er útúrsnúningur. Leyfin eru tímabundin, þau eru bundin við einstök svæði og hið opinbera tekur auðlindarentuna í gegnum fiskeldisgjöld sem renna í uppbyggingu í nærsamfélögum. Það hafa orðið slys, en við erum að læra á reynslunni og byggja upp áfallaþolið og sanngjarnt kerfi. Núverandi fyrirkomulag er ekki gott og því þarf að breyta. Og það er það sem atvinnuráðherra er að gera. Og það er gott. Ég er svo með í þessari ræðu minni umfjöllun rafmagn sem ég ætla að sleppa. En mér finnst sem sagt af þessu að lýðræði sé að einhver leyti á tímamótum. Á aðra höndina erum við með ákvarðanir sem eru teknar af lýðræðislega kjörnum fulltrúum þvert á flokka í sveitarstjórnum og Alþingi og oft margítrekuð yfir mörg kjörtímabil og hina erum við með vel fjármagnaða lögfræðinga í Reykjavík eða auglýsingastofu með erlenda auðmenn sem borga brúsann. Og spurningin er þessi, hver á að ráða framtíð Vestfjarða? Takk fyrir þetta. Við erum þeir sem vilja taka til náms. Þessum lið. Já, ég rattaði svolítið hvar við værum. Ég líka. En svo er ekki, þá er þetta lagt fram til kynningar. Og við erum í 7. mál, þessum bæjarráð, lagt fram til kynningar fundi gerð 1357. fund á bæjarráð sem fundur var haldinn 2. janúar 2026 og fundekinn er í 5 liðum í vitlausri röð. Orðið laust undir þessu lið. Já, akkurat. Það var vitlaust dagstur í klána. Þetta var ekki alveg saman hljóðan. En 22. janúar var þessi fundur. Þann fundi gerði þannig að lögðu fram til kynningar, en það var með 13.57. fundur. Þá vorum við komin 7. mál það bæjarráðarlag til kynningar fundi gerð 13.57. fund á bæjarráð sem fundur var haldinn 29. janúar 2026 og fundekinn er í 8 liðum. Orðið laust undir þessum lið og Nanni, gerð svo vel. Orðið laust. Forseti bæjarfulltrúar, mig langar þess að spyrja, var það ekki á þessum fundi sem við lögðum fram, nei, það er næsta fundi. Á ekki bara setjast og koma aftur. Það var það. Ég finna þetta.
Það er samgönguáætlun, það er næsti fundur. Ég sést. Já, þetta. Ef ég, þeir sem vilja taka til máls undir þessa leið, svo er ekki, þá leggja þessa fundargerð fram til kynningar. Já, þannig ætla bara að taka til máls á næsta fundi. Þá erum við í 8. mál, það er hafnarstjórn. Það er samgönguáætlun er þetta 4. liður Í 7. lið. í 1357. En þú veist ekki að tala um 1356 núna? Nei, við erum í 1357. Já, ég ætla Já, þannig ég ætla að fá að taka til máls. Já. Forseti bæði frá að afsækja þennan rugling. Þetta verður bara örstutt. Það er samgönguáætlun. Ég ætlaði bara að benda ykkur á að innviðanefnd Fjórðungssambandsins fundaði fyrir rúmri viku síðan varðandi samgönguáætlun, sendi inn umsögn til Vestfjarðastofu Fjórðungssambandsins sem skilaði inn í samráðsgátt. Það er eitt mál sem ég langaði til að vekja athygli á í þessari samgönguáætlun sem snerti sveitarfélögin beint, en það er fyrirhugaðar breytingar á kostnaðarþátttöku ríkis við uppbyggingu hafna í sveitarfélögum. Þar sem í þessari áætlun er gert ráð fyrir að kostnaðarþátttakan breytist á þann hátt að ríkið borgi 40% og sveitarfélögin 60%, en núna er þetta þannig að ríkið borgar 60% og sveitarfélögin 40%. Þetta er gríðarleg breyting og það má ávarpa það í umsögn Ísafjarðarbæjar ef ekki má senda inn umsögn, og einnig að ræða það þá hvort að það breytist þá verkaskipting í þessu í samræmi við þessa kostnaðarþátttöku, þar sem núna Vegagerðin hefur núna leitt allar framkvæmdir í höfnum á Íslandi, gert verkáætlanir, farið í hönnunarútboð og útboð á verkefnum og eiginlega stýrt verkefninu, og svo hafa sveitarfélögin faktisk bara fengið reikningu upp á 40% af hluta þess fjárhæðar sem framkvæmdirnar kostuðu. Ég man sérstaklega eftir einu dæmi þar sem að Vegagerðin samþykkti útboð á hafnarframkvæmdum sem voru töluvert hærri heldur en við bæjarstjórn hafi gert ráð fyrir. Þar af leiðandi þurfti bæjarstjórn að taka inn og gera viðauka við þessari út af þessum breytingum, sem er mjög óeðlilegt af því að bæjarstjórn hlýtur að fara með vald það hvernig fjárreiðum sveitarfélagsins er ráðstafað en ekki Vegagerðin. Þannig að það mætti alveg taka þetta lengra í umræðinni þessa samgönguáætlun, hvernig ríkið sér fyrir sér að gera breytingar. Takk fyrir þetta, ég skil við líka beðið málið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir fyrirrendur. Nanni hefur búið hér upp í dans sem danskortið mitt er laust. Það eru, ég vil taka undir þetta umsögn Fjórðungssambandsins það var lögð mikil vinna í hana, enda hefur Fjórðungssambandið á að skipa mjög vönduðum textasmið. Ég vil líka benda á umsögn Ungmennaráðs Vestfjarða sem er komin inn í gátt Alþingis, umsagnagátt Alþingis. Þar er verið að drepa á atriðum sem að tengjast almenningssamgöngum, og ég er bara mjög ánægður með og vil fagna sérstaklega að Ungmennaráð hafi látið til sín taka í þessu máli. Og ég geri það tillögu minni að Ísafjarðarbær taki undir þá umsögn. Við höfum svo sem séð ýmislegt sem að hefur blásið í baki okkar upp á síðkastið. Það er verið aðeins að það er verið að flýta Álftafjarðargöngum í jarðgangahlutunum í þessari áætlun. Við sáum á dögunum að það er búið að opna, það er búið að búa til útboð vegna flugs til Ísafjarðar, og núna erum við að fara að sjá fyrir enda á þessum áratug af stórframkvæmdum á vestan og sunnanverðum Vestfjörðum. Þannig að það verði á mörgum köflum besti vegur landsins á Vestfjörðum, og ég held að við ætlum að nýta okkur það og höfum í hyggju að jafnvel óska eftir því eða sem sagt það hafa verið settar fram óskir að breyta vegnúmerum, og ég er spenntur fyrir þeim hugmyndum sem þar hafa komið fram.
Ég bendi á að í þessari áætlun er fallið frá þverun á Holtsfjöru sem var inni í síðustu áætlun og ég held að það sé gott. Sú tillaga var aldrei raunhæf, held ég, og það er betra að hafa í svona áætlun raunhæfa kosti heldur en annað. Að öðru leyti tek ég undir það sem að Nanný sagði hafnabótasjóðinn. Ég held að það sé mikilvægt að þetta hlutfall sé hátt og að og ef að það á að hækka hlutfall kostnaðarþátttöku okkar þá ættum við að taka yfir verkstjórn. Ég held hins vegar að ríkið sjái aðeins ofsjónum yfir hagnaði og afgangi í hafnarsjóðum í kringum landið vegna þess að það er uppsafnaður framkvæmdahalli sem að ég held að muni taka okkur nokkur ára að vinna niður og þá verður ekki endilega alltaf milljóta hagnaðar á rekstri hafna. Þetta Gylfi, þá ætla ég að vera næsta lið eða enginn vill. Förum við í 8. mál, það er hafnarstjórn. Lögð fram til kynningarfundi gerð 267. fundar hafnarstjórnar, fundur var haldinn 28. janúar 2026. Fundargerðin er 7 liðum og orðið er laust til þessara fundargerð. Enginn hefur beðið orðið, er þetta lagt fram til kynningar. 9. mál dagskrá nefnd framtíðarhúsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Lögð fram til kynningar fundargerð annars fundar nefndar framtíðarhúsnæði leik- og grunnskóla í Skutulsfirði. Fundur var haldinn 21. janúar 2026 og fundargerðin er í 2 liðum. Orðið er laust til þessara fundargerð. Og enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. Og það orðið 10. mál, skipulags- og mannvirkjanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 665. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar fundur var haldinn 8. janúar 2026 og fundargerðin er í 7 liðum. Orðið er laust til þessara fundargerð. Enginn hefur beðið orðið, þá er þetta lagt fram til kynningar. 11. mál. Það er skipulags- og mannvirkjanefnd. Lögð fram til kynningar fundargerð 666. 7. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar fundur var haldinn 22. janúar 2026 og fundargerðin er í 9 liðum. Og orðið er laust til þessara fundargerð og Nanný hefur beðið orðið ekki svar. Forseti bæjarfulltrúar, ég held að fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar fundi 665 hafi verið lögð fram á síðasta bæjarstjórnarfundi. Allavega var ég búin að skrifa einhverja minnispunkta við þessa fundargerð sem ég held að ég sé búin að fara með. Þannig að ástæðan fyrir því að ég lét ekki sjá mig undir þessum settum hérna fyrir lið. En ég ætla hins vegar að taka til máls undir fundargerð fundar númer 666 sem er einmitt númeri sem að Doddi gaf mér þegar ég byrjaði að vinna hjá honum í áhaldahúsinu, þessi stimplaði lillum til vinnu. En það er önnur saga. En ég ætlaði bara að fara yfir þessa fundargerð. Ég var búin að skrifa risastóra langa ritgerð og sá svo að okkar óskjara forseti fölnaði, þannig ég ætla nú bara að hlaupa fljótt yfir og þið spyrjið bara ef það er eitthvað sem þið viljið fá annar skýringa á þessum fundi. Fyrsti liður er kom einn fyrirspurn frá vinnuhóp aðalskipulagið að breyta þessum frístundasvæðum og íbúðarhúsnæði sem að í fyrra aðalskipulagi þá er gert ráð fyrir íbúðarbyggð í Dagverðardal og það var bara umræðan það hvort við vildum ekki breyta því í frístundahúsnæði sem að við ákveðum að við vildum gera. Þar sem ekki þörf á að byggja upp íbúðarhúsnæði akkúrat þar. Það var einnig rætt að breyta mörkum frístundasvæðis sem að ég held að kallist í deiliskipulaginu okkar F14. En það náði eiginlega inn í á athafnasvæði námunar og er ekki gott að vera með frístundahús þar. Þannig að við ákváðum að færa svæðið niður fyrir akveginn að gáfunni, að vegagerðinni sem hefur ekki nýtt allt athafnasvæði sem er merkt I31 í aðalskipulaginu. Þannig að þetta var nú svona bara skemmtilega vangaveltur sem að við settum inn. Ég langaði mig til þess að umræðu drög að frumvarpi breytingar á lögum varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum. Það er sem sagt fyrirhugað að skoða áform endurskoðun á þeim lögum og það eru 3 atriði sem snerta sveitarfélögin beint.
og sambandið Samband íslenskra sveitarfélaga sendi inn umsögn þessi áform þar sem að sambandið óskaði eftir aðkomu að næstu skrefum í þessari lagasetningu þar sem að þessi mál snerta sveitarfélögin og íbúa sveitarfélagana beint. Það eru 3 atriði sem að snert okkur eða sem að mér langaði til þess að bera upp í dagskrá. Það er í fyrsta lagi að eins og lögin eru núna, það má ekki verja atvinnuhúsnæði með ofanflóðasjóði, en það er fyrirhugað að breyta þeim lögum þannig að það megi verja atvinnuhúsnæði og í athugasemd sambandsins þá er tekið undir það að það sé mjög skynsamlegt en að það verði ekki þessar kvaðir að það verði fyrst að verja íbúðarhúsnæði svo atvinnuhúsnæði heldur verði það svolítið sett í hendur á sveitarfélaga eða allavega umræða forgangsröðun. Í flestum tilfellum myndi sveitarfélög forgangsraða íbúum fram yfir atvinnusvæði en að þetta sé ekki þannig að það verði bara að verja allt á Íslandi áður en það getur fara að verja atvinnuhúsnæði. Önnur breyting sem er áhugaverð og góð er að í lögunum núna þá er gert ráð fyrir, eða þá er það þannig að ríki eða ofanflóðasjóður borgar 90% af framkvæmdum við gerð nýrra varna en viðhald á vörnum skiptist þannig að sveitarfélögin borgar 40% af því og ofanflóðasjóður 60%. Í þessum áformum er fyrirhugað að breyta kostnaðarþátttöku þannig að ríkið fær 90% sem er bara vel. Og svo síðasta sem ég langaði að lyfta upp er að það stendur því að skýra bann við nýtingu eigna á hættusvæðum sem sveitarfélög hafa keypt upp með styrk frá ofanflóðasjóði og þessi hús eru flest með þinglista kvöðum notkunartíma en eins og við höfum orðið vör við hér á okkar svæði að þá hefur fólk ekki farið eftir því og það sérstaklega lögreglan kallar eftir skýrari línu varðandi það hvort að það megi hreinlega reka fólk úr húsum og það er þá verið að hugsa að setja sektarákvæði vegna nýtingar eigna utan leyfilegra notkunartíma. Þetta var allt og sumt. Takk fyrir. Þetta er fleiri að taka mál sem þetta þessu lið. Svo ekki, þá er þetta lagstrátt í kynningar. Þá er komin postamál, það er skóla íþrótta tómstundanefnd. Lögframdi kynningafundagerð 2007. fundar skóla íþrótta tómstundanefndar fundur var haldinn 9. janúar 2026 og fundagerðin er í einum lið. Orðið er laust undir þessari fundagerð. Enginn hefur beðið orðið, þá geta fram til kynningar. 13. mál, skóla íþrótta tómstundanefnd, lögð fram til kynningafundagerð 37. fundar skóla íþrótta tómstundanefndar en fundur var haldinn 21. janúar 2026 og fundagerðin er í 4 liðum. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið að verða lagt fram til kynningar. 14. mál, umhverfis- og framkvæmdanefnd, lögð fram til kynningafundagerð 164. fundar. Umhverfis- og framkvæmdanefndar fundur var haldinn 14. janúar 2026 og fundagerðin er í 6 liðum. Orðið er laust undir þessum lið og enginn hefur beðið orðið að verða lagt fram til kynningar. 15. mál, velferðarnefnd, lögð fram til kynningafundagerð 497. fundar og velferðarnefndarinn fundur var haldinn 15. janúar 2026 og fundagerðin í 2 liðum. Orðið er laust undir þessu fundagerð og enginn hefur beðið orðið. Þá er dagskráin tæmd hjá okkur og fundi slitið 17:35.